Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 28. apríl klukkan 12:03 og göngum við þá til dagskrár, en á dagskrá fundargerð forsætisnefndar frá 24. apríl, annar liður, stafræn stefna, síðari umræða, fundargerð mannréttindaráðs frá 16. apríl, fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 21. apríl, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. apríl og fundargerð velferðarráðs frá 22. apríl. Forseti óskar þess að tekið sér skýrt fram undir hvaða fundargerð verið sé að ræða sem og hvaða dagskrárlið og tekur til máls borgarfulltrúinn Oktavía Guðrúnar Jóns. Ég tek til máls undir fundargerð stafrændra forsætisnefndar, annan lið. Já, forseti, það hefur verið sann ánægja að fara fyrir stýrihóp net- og upplýsingaöryggis Reykjavíkur borgar. Sá stýrihópur vann vinnu sem sameinaðist með stýrihóp sem vann stafræna stefnuna og fengum við þar með tækifæri til þess að setja net- og upplýsingaöryggi inn í stærri stefnumótun borgarinnar. Við því að fara fyrir þennan stýrihóp þá fékk ég líka tækifæri til að sameina þekkingu mína utan þessa veggja og para það við mikilvægt hlutverki borgarfulltrúa. Ég vil byrja á að þakka sérstaklega borgarfulltrúum Söndru Hlíf og Karis, Friðjóni R. Friðjónssyni og Ástu Dís Skjaldal fyrir ekki bara gott samstarf, heldur líka fyrir mjög ánægjulegar, skemmtilegar, mikilvægar umræður net- og upplýsingaöryggi. Svo langar mig líka sérstaklega að taka fram að starfsfólk borgarinnar og verktakar hennar sýndu sérstaklega gott viðmót og gáfu bara mjög mikilvægar upplýsingar sem urðu að grundvelli 5. liðar sérstaklega þessari markmið, 5. markmið að þessari stefnu. Stafrænir innviðir eru ekki einangraðir við bara netið eins og við vitum eða notkun netsins, heldur snerta líf allra borgarbúa. Og þar með varðar öryggi stafræna innviða öryggi borgarbúa og öryggi, forseti, menning. Með því að setja þessa stefnu erum við að setja áherslu á mikilvægi menningar, mikilvægi net- og upplýsingaöryggis fyrir starfsemi borgarinnar og mikilvægi þess að stafrænir innviðir stjórnkerfis borgarinnar hafa bæði áhrif á þá starfsemi sem borgin stendur yfir og þúsundir starfsmanna, þar sem borgin stærsti vinnuveitandi landsins. Stefnan í sjálfum sér hefur stór markmið. Hún tekur á mikilvægi aðgengis, einföldun umhverfi stjórnunar tæknilausna og gagna og tekur hún á ytri ógnum sem Reykjavíkurborg í sinni starfsemi og sem skipulagsheild stendur fyrir. Hún tekur líka á innra skipulagi og mikilvægt að hlúa að því til framtíðar. Með þessari stefnu erum við svo sannarlega að gera það og horfum bæði til nágrannalanda, við horfum til bæði borgar á sama stærð og okkar og borgar sem nú þegar hafa stigið þessi skref. Við erum að fara að gera net- og upplýsingaöryggi að burðarstólpi stafræna innviða og með því erum við bæði að setja okkur markmið að tryggja betur innviði, einfalda og veita bæði starfsfólki, nemendum og öllum þeim sem í borginni búa betra öryggi í formi þess markmiða sem settar í stefnunni. Nú, með stefnunni bæði heildræn nálgun en líka verið að sameina margar þætti rekstrar þessara borgar og að færa net- og upplýsingaöryggi inn í vistkerfi þar sem það heyrir til, þar sem bæði
fjármagn og rekstur borgarinnar tekur á netupplýsingaöryggi á auknu magni og netupplýsingaöryggi fer út í yðstu greinar að starfsemi hennar. Mér finnst sérstaklega gaman að hafa tekið þátt í þessu starfi sem varaborgarfulltrúi eða sem hluti af þeir heildum sem ég hef verið í, bæði í nefndum og ráðum og stýrihópum, og hlakka ég til að sjá þessa stefnu byrja að taka þessi fyrstu og mikilvægu skref inn í framtíðina nú þegar í dag. Þá hefur Oktavía Huld Guðrún Jóns borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, varðandi stafrænu málin sem auðvitað stórmál, þá ætla ég nú bara að vísa í ræðum þetta mál sem ég hélt á síðasta fundi borgarstjórnar, ef það skildi nú ekkur muna eftir henni, sem ég nú ekkert viss um. En þar vísaði ég bara í alls konar fyrirvara og athugasemdir okkar borgarfulltrúar sem svona frekar á hægri vængnum við þessa stefnu, en ég viðurkenni það alveg, það margt í þessu sem óljóst. Það eitt að undarlegasta sem gerir þar þegar maður reiknar út kostnað eða hagnað eða ávinninga af einstökum verkefnum, og ég viðurkenni alveg að það hægt að líta að það frá fleiri en einni hlið. Þannig að það mun kannski koma betur í ljós í fyllingu tímans hvort að í þessari risastóru stafrænu vegferð hafi verið farið vel með fé, en ég hygg nú og dómur sögunnar verði nú sá að svo sé ekki. En mig langar til að fjalla hér aðeins vísa í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. apríl. Heilir 4 liðir þar sem voru ýmsar skipulagsbreytingar vegna Sæbrautar stokks, og það ýmislegt að gera í þeim málum eins og við sjáum að þessari fundargerð. Og tillöguvarnar vísa til borgarráðs, þannig hún í meðferð í kerfinu, en á fundinum þá lagði ég áherslu á, og vil leggja líka áherslu á hér, að það sé mikilvægt að það verði staðið að undirbúningnum, þannig að Sæbrautarstokkur beri mikla umferð sem fyrirsjáanlegt að fari brautina til framtíðar, ekki síst í tengslu við Sundabraut. Og það lágmarkskrafa að við gætum að raunsæi við hönnun svo mikils mannvirkis, og því að ef göngin þjóna ekki sómasamlega til hlutverki sínu að greiða fyrir umferð og taka umferð úr íbúðahverfinu niður í jörðina, þá miklum fjármunum kastað á glæ. Áætlaður kostnaður við Sæbrautargöng núna 27 milljarðar króna, en ég held að þar sé mikla bjartsýni að ræða. Nú á fundinum þá fór ég yfir umferðartölur Sæbraut og fór yfir þær, og ég taldi einsýnt með við þá aukningu sem spáð að þá verði að minnsta kosti að skoða það að hafa göngin 6 akreinar, 3+3, en ekki bara 2+2 sem ég óttast að sé svolítil naumhyggja. Reyndar stór hluti gangana 3+3 með aðreinum og fráreinum sem auðvitað nauðsynlegar, en hluti ekki, og það spurning þegar að jafnvel alltaf 2/3 hluta gangana eru 3+3, hvort það sé þá sniðugt eða æskilegt að hafa hluta gangana 1/3 þá 2+2, þetta sem getur þá valdið óþarfa þrengslum og jafnvel slysahættu. Nú allt þetta, allar þessar tölur tíundaði í bókun, en bókunin var gerð að trúnaðarmáli þótt að ég sæi ekkert í þessari bókun sem lengt þyrfti að fara, og ég vissum að þegar þessi bókun verið gerð opinber í fyllingu tímans þá mun enginn skilja af hverju hún var bönnuð eða af hverju hún var sveipuð þessum trúnaði. Nú, mig langar einnig til að fjalla
20. og 1. lið fundargerðarinnar. Þar sem fjallað þar lagði ég fram tillögu varðandi Nóatún og það byggingaframkvæmdir á Heklureiti eru langt komnar eins og kunnugt og í tengslu við framkvæmdirnar þá hefur akrein verið tekin af Nóatúni á kaflanum milli Brautarholts og Laugavegar, mjög mikilvæg beygjuakrein sem hefur þjónað því hlutverki áratuga skeið, en þarna eins og oftar í tengslu við einhverjar breytingar þá tækifæri notað og þrengt að umferðinni. En það sem sagt, ég lagði sem sagt til að í tengslu við lok byggingaframkvæmda á Heklureit þá yrði þessi beygjuakrein opnuð á nýju. Nú hefur hún verið lokuð skeið og við sjáum að það eru mjög langar bílaraðir og miklar tafir á Nóatúni, mörgum til ama og tafa, en ég tel sem sagt þjóðþrifaverk að hverfa frá þrengingu götunnar á þessum kafla. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu aftur á mælendaskrá. Oktavía Rund, Guðrúnar Jóns. Forseti tekið til máls undir fundargerð forsætisnefndar 2 aftur. Ég þakka borgarfulltrúnum fyrir að nefna þessa pólitíska vængja hægri og vinstri í sambandi við þessa stafrænu stefnu og netupplýsingaöryggið sem líka í henni felst. Ég held að það ekki sjálfsagt að þekking innan við net- og upplýsingaöryggi á sér stað hjá öllum, þótt að það eitthvað sem vissulega hreyfir okkur öll. En ég held að ég get sagt frekar skýrt að við okkar sem hafa unnið í net- og upplýsingaöryggi áttum okkur á að það hvorki hægri né vinstri. Það nauðsynlegt, það grunnstoð þess að geta rekið borg eða skipulagsheild yfir höfuð og kostnaðurinn við að ekki að gæta vel af þessum þáttum gríðarlega stór. Einföldun net- og upplýsingaöryggis, að gera það markvisst og gera það út frá settri stefnu bráðnauðsynlegar aðgerðir og að sjálfsögðu þarf að skoða það í stærri samhengi. En þessi stefna sameining tveggja stýrihópa og vinnu þeirra og hefur hún ekki verið unnin út í bláinn, heldur hefur hún bæði verið byggð á því mikilvæga starfi sem nú þegar á sér stað, en hefur líka ávarpað sérstaklega þörfina fyrir að styrkja þessa þætti. Nú, áhætta mun alltaf ávallt eiga sér stað, en í umhverfinu í dag og í rekstrarumhverfi Reykjavíkurborgar sérstaklega í dag, þá erum við í breyttu umhverfi og því þarf að taka á. Það að taka á rekstri ekki hægri eða vinstri þegar kemur að net- og upplýsingaöryggi. Fjárfestingin í slíkum innviðum ekki hægri eða vinstri. Það annaðhvort að gera það til framtíðar og gera það á hátt sem tryggir okkur, eða það að stinga hausnum í sandinn og segja þetta reddast væntanlega. Og það engin leið til þess að hvort rekja né stjórna borg. Það bæði innri og ytri stefnu markmið í þessari stefnu og gerir það kannski flækjustig í hvernig hún skilin eða hvernig hún túlkuð. En ég vil allavega koma á framfæri að fyrir mig og fyrir flest okkar sem starfa innan við net- og upplýsingaöryggi þetta hvorki hægri til vinstri, heldur nauðsynlegt og til framtíðar. Oktavía Rund, Guðrúnar Jóns, lokið máli sínu. Forseti minni á að ávarpa eða nefna aðra borgarfulltrúa alltaf með fullu nafni, titli að nefna. Þá næst á mælendaskrá Sara Björk Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek til máls undir fundargerð forsætisnefndar frá menningu- og íþróttaráði 21. apríl, þar sem var lögð fram lokaskýrsla spretts hóps ungbarnalögar.
Ég með svolítið sund á heilanum. Gömul sunddrottning, landsliðskona í sundi og ég líka með ungbarnasundsréttindi. Þannig að ég vil sko þakka starfsfólki íþróttaborgarinnar fyrir að hafa hlaupið mjög hratt, útfært þessa tilraun, af því að niðurstöðnum voru bara býsna góðar og mjög jákvæðar inn í sundumræðina. Af því að ungbarnasund bara miklu meira en bara sundferð. Rannsóknir og reynsla sýnir að snemkynni barna af vatni geta styrkt hreyfiþroska, aukið styrk, eflt líkamsvitund, aukið öryggi í vatninu seinna meir. Ungbarnasund skapa líka rými fyrir tengslamyndun foreldra og barna, jafnvel annarra systkina, dregur úr streitu og getur verið mjög félagslegt svona skjól og samvera, jákvæð samvera fyrir unga foreldra, ekki síst á fyrstu mánuðum eftir barnsfæðingu. Þannig að ég mjög glöð með að sviðið skuli hafa lagt af stað í þessa vinnu og svolítið svona kortlagt laugar borgarinnar út frá þörfum ungra sundiðkenda og fjölskyldna þeirra. Og þetta bara eitt stórt skref í að bara einhvern veginn að reyna að ná til þessa hóps sem að kannski pínu líka falinn í borginni. Með því að hækka hitastig vatnsins í Laugin nokkra gráður, í 35 gráður öllu heldur, fjölga leikföngum, huga bættri aðstöðu í búningsklefanum, þá voru börnin talin áður og þau mættu, eða í rauninni, það var tekin tala áður og þá voru þau meðaltali 15 börn sem mættu undir 3 ára, en eftir þetta tilraunaverkefni, eftir þessa 4 sunnudaga, var meðaltalið komið 60 börn. Þannig að það voru mjög margar fjölskyldur sem nýttu sér þetta tilraunaverkefni. Og mér langar að ljúka máli mínu á að við erum mörg í kosningabaráttu og við erum að heimsækja fólk og labba og banka upp á og það var mjög ánægjulegt. Í Árbænum átti ég samtal við unga móður sem var að hæla þessu verkefni. Sagðist það farið með sinn unga, 6 mánaða unga og eldra systkini alla sunnudagana upp í Breiðholtslaug. Þannig að þetta féll greinilega vel í kramið hjá ungbarna fjölskyldum. Forseti, þetta verkefni í Breiðholtslaug sýnir okkur að með tiltölulega litlum breytingum má auka notkun á ákveðnum laugum, bæta upplifun gesta og styrkja svona hlutverk sundlaugana á þann hátt að þetta sé svona samfélagslegir staðir fyrir fleiri hópa heldur en kannski við höfum verið að ná til hingað til. Þannig að ég vona að þessar tillögur og þessi þjónustukönnun sem liggur fyrir fundinum hér í dag verði gott veganesti fyrir næstu borgarstjórn til að halda áfram með það að fjölga iðkendum í sundi, að fá fleiri inn í laugarnar og að við bara höldum áfram að byggja upp sundlaugina og þessa sundlauga menningu sem komin á heimsminjaskrá UNESCO. Takk. Þá hefur Sara Björk Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu á næstur á mælendaskrá, Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Fulltrúar, mér fannst borgarfulltrúinn Oktavía Hrund Guðrúnar Jónsdóttir kannski ekki skilja alveg hvað ég var að fara í minni ræðu eða kannski var það bara útúrsnúningur en ég held ég hef ekki sagt að það var eitthvað vinstri að hafa góða netöryggisstefnu og gott netöryggi hjá borginni og hægri hafa það ekki, alls ekki. Ég held að netöryggi sé bara eitt af þessum hlutum sem eru sjálfsagðir sem menn reyna að viðhafa í rekstri sinna fyrirtækja og stofnana og sveitarfélaga á þess kannski að mótum það sérstaka stefnu. Það sem ég var frekar að vísa til, það var kannski þessi hugsun að þurfa að vera stefnur allt, eitthvað svona stefnur sem segja lítið.
það er setið að skrafi í einhverjum hópum, jafnvel árum saman. Ljósvistastefnan var nú mjög gott dæmi það á meðan að það var að slökkna ljósastöðum í Reykjavík hverjum öðru, þá satt hópur færustu sérfræðinga landsins og skrafaði ljósvistastefnu Reykjavíkurborgar. Ég vona að þetta, ég hef ekki fylgst jafn vel með störfum þessa hóps, ég vona að þetta sé ekki sama sagan, en samt þá er hérna stefna sem er alveg áferðarfalleg en mér finnst segja mjög lítið. Það vantar inn í hana skýra mælikvarða, ábyrgð og framkvæmdaáætlun, en þessir þættir eru nauðsynlegir til þess að svona stefna sé raunhæft stjórntæki en ekki bara eitthvað almennt blaður út í loftið. Engar upplýsingar fjármögnun, kostnaðarmat eða forgangsröðun verkefna og þegar maður rennir yfir stefnuna þá svona efast maður ýmislegt vegna þess að það er svo sem einn hluti sem borgin getur algjörlega bætt og það er framsetning upplýsinga gagnvart almenningi. Maður fær reglulega margar kvartanir yfir lélegri framsetningu borgarinnar, flókin texti, undarlegur til dæmis fréttatilkynning borgarinnar ársendingana sem kom í gær. Ég held að því verið seint haldið fram að það sé eitthvað auðlýsinn texti, það er náttúrulega bara útpældur áróður sem er þar. Og þannig að ég held að þetta sé, ef maður talar hægri vinstri, þá eru kannski hægri menn leggja áherslu á góðan rekstur og gera skýra kröfu árangur. Þetta plagg finnst mér vera svona í ætt við önnur vinstri plögg. Þetta verkefni virðist hafa verið hálfgert gæluverkefni. Þarna hefur ágætis fólk setið í mánuði eða langan tíma, skrafað þessi mál og skrifað stefnutexta sem maður veit síðan ekki alveg hvernig maður á að vinna með. Og þegar maður les þetta þá kemur mann í hug bara hið fræga Parkinson lögmál sem ég held að eigi mjög vel við í borgarkerfinu og hvet borgarfulltrúa til að kynna sér. En fyrst ég komin upp þá vil ég nota tækifærið og fjalla aðeins um 5. lið fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. apríl og þar fór fram kynning og góð kynning á vinnu við hönnun og frágang í kjölfar tráfyllinga í Öskjuhlíð og töluvert rætt á fundinum. Þetta var góð kynning eins og ég sagði. Það var ánægilegt að sjá hvað rauninni það er verið að vinna í þessu verkefni. Ég hélt samt að mörguleyti að það veri komið lengra en það er þó ljóst að þetta var mjög umdeilt mál á sínum tíma eins og borgarfulltrúar muna, en þegar maður fer svæðið og fær svona kynningu þá er ljóst að það eru mikil og mjög góð tækifæri fyrir hendi á þessu svæði í Öskjuhlíðinni sem við eigum að nýta til að gera það úrvals útivistarsvæði í þágu almennings. Grenitrén sem voru alltaf 20 metrar há sem voru þarna áður og ógnuðu flugöryggi og þurftu því að fara. Þetta var alls ekki skemmtilegasti hluti Öskjuhlíðar sem var undir sem grenitrjám og hentu á sumulinn ekki nóg vel til útivistar nema kannski fyrir kaninur. Og ég tel að það væri æskilegt að standa þannig að málum þarna að með tímanum vaxi upp íslenskur birkiskógur með róðrum og öðrum unarsveitum sem myndu henta vel til útivistar, ekki síst fyrir börn og ungmenni. Og ég held að það skiptir svo sem öllu máli hvaða trjátegund er, en birkið hefur þann kost að það er alíslenskt og það verður aldrei, held ég, svo hátt að það ógni flugöryggi að neinu marki og er því æskilegst á þessum stað. Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu. Forseti ætla að árétta að nafn borgarfulltrúans fullt nafn er Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns. Þá eru ekki fleiri á mælendaskrá. Og nei. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu en þá vantar í salinn. Það vantar enn í salinn.
Já, getum við haft þögn í salnum? Fundurinn áframhaldinn. Þá gengið til atkvæðagreiðslu lið nummer 2 úr fundargerð forsætisnefndar frá 24. apríl og það greitt atkvæði að vísa stafræna stefnu til síðara umræðu. Ekki? Forseti biðst afsökunar. Þetta staðfesting, atkvæðagreiðsla staðfesting á stafræna stefnu, þannig að það greitt atkvæði að samþykkja stefnuna. Þeir sem kjósa með, forseti ekki með, já, hér. Þeir sem styðja tillöguna eða stefnuna gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, þá stefnan samþykkt með 13 atkvæði samstarfsflokkana, aðrir flokkar sitja hjá. Já. Þá ekki fleira á dagskrá borgarstjórnarfundar, en það tekið örstutt fundarhlé. Já, það tækifæri til þess að senda inn bókanir, en tekið það örstutt fundarhlé.
Fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Já, Friðjón Friðjónsson, afsakið. Þetta bókun við fundargerð forsætisnefndar frá 24. apríl varðandi stafræna stefnu. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja í stafræna stefnu vanti skýrari mælikvarða, ábyrgð og framkvæmdaáætlun svo verði raunhæf stjórntæki en ekki aðeins almenn framtíðarsýn. Núverandi markmið á borð við framsækna þjónustu og gagnadrifna ákvarðanatöku eru óskýr til að hægt sé að meta árangur. Mikilvægt er að skilgreina mælanleg markmið og lykilmælikvarða fyrir hvert verkefni. Einnig skortur upplýsingar og fjármögnun, kostnaðarmat og forgangsröðun verkefna. Án þess er hætta á að stefnan verði ekki innleidd með markvissum hætti. Þá vantar aðgerðaáætlun með skýrri ábyrgð, tímaáætlun og fjármögnun. Fulltrúarnir leggja áherslu á ábyrgð á stafrænni umbreytingu verði dreifð á öll svið borgarinnar en ekki bundin eingöngu við þjónustu og nýsköpunarsvið. Jafnframt þarf að tryggja að fjárhagslegur ábati verkefna sé skili sér inn á sviðin og unnið sé í samhengi við fjárhagsáætlun borgarinnar. Þá hefur Friðjón Friðjónsson lokið við að lesa bókun Sjálfstæðisflokksins og þá það bókun óháðra. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, að lesa. Takk. Já, hér að ræða mjög óljósa stefnu þar sem ekki að finna framkvæmdaáætlun, aðgerðaáætlun, fjármögnun eða tímasett mælanleg markmið. Hér að ræða stefnu almenns eðlis þar sem ekki að finna, nei, heyrðu, þetta nú eitthvað, býta aðeins, við þurfum aðeins að Afsakið, það var smá endurtekning hérna í þessu. Þá hljóðar hún svona: hér að ræða óljósa stefnu þar sem ekki að finna framkvæmdaáætlun, aðgerðaáætlun, fjármögnun eða tímasett mælanleg markmið. Hér að ræða stefnu almenns eðlis þar sem ekki að finna aðgerðaáætlun, kostnaðarmat, forgangsröðun verkefna né fjármögnun þeirra. Borgarfulltrúar Miðflokksins sitja því hjá við afgreiðslu málsins. Með 12 atkvæðum, ekki 13, forseti mismælti sig. Fleira fyrir á fundi borgarstjórnar og fundi slitið 12:37.